Ég hef náttúrulega enga sögur hérdan eða litlar. Ekki nefn bara ég var rosalega myrkvælin að keyra hérna á milli Reykhóla og Krossvogsness í gamla dag. Af hverju það? Hvað? Já, það. Já, ég var svakalega myrkvælin. Nú, eitthvað ráðum við. Það var bara að keyra hérna Barmahlíðina, það var bara rauðsokka sem var bara eftir mér. Já. Eins og slökknu ljósinn á bílnum hjá mér eða einhver. Bara dóu og svo bara allt í einu komið það aftur. Og það var hérna bara fyrir ofan. Þannig að inn við Skeiðbu. Segðu mér söguna á rauðsokk. Ég þekki hann ekki þannig, bara eins og ég freyti, þetta var bara fátæk stúlka sem var úti á milli, jú, frá Hyrnustöðum. Ég þekki ekki söguna á rauðsokki, ég bara heyrði talað hennar, Jón Pálsson heitir hann á Seljanesi, hann talaði mikið rauðsokku. Já. Þannig að það var raunverulega búið að hræða þig. Já. Já, ég sko, þetta náttúrulega bara eldgömul saga þegar ég kem hingað. Var hún ekki hérna upphaflega á Ströndum? Hún hét Elín. Og henni var neitað eitthvað far, var það ekki? Nei, henni var sem sagt, Hvernig var þetta? Henni neitað að gista á Hyrnustöðum. Þegar hún kemur, Já, var það þannig? Já, þannig að það er ekki gott veður og slikt og hún verður úti. Já, hérna við Skorramanum, ekki? Þannig að hérna var ung stúlka og það var látið í það skína í raun og veru að þau hefði ekki verið almennilega og ekki hleypt inn, en í raun og veru á þessum tíma áttu bara allir í fullt í fangi með sjálfa sér og hefur kannski ekki getað bætt henni við, sko. Og þetta rauðsokk, og það hafa verið sögusagnir að hún hefði verið í rauðum sokkum. Já, ég hef heyrt þetta, sko. En eins og segi, ég þekki ekkert söguna hennar. En það er mjög ólíklegt að hún hafi verið í rauðum sokkum af því hún var það fátæk og hún hvar áður nátt að fá það. En það er hins vegar, í þjóðsögum er oft talað drauga í svona rauðleitum sokkum.